Við áttum yndislega helgi síðasta helgi mótið sem við vorum á og það var talað dýr Guðs og það var talað að við sæjum ekki það sem við þyrftum að sjá það sem við ættum. Og mig langar aðeins að tala það í dag og lesa frá Efesusbréfinu, fyrsta kafla, fara bara beint inn í orðið, lesa frá Efesusbréfinu fyrsta kafla, 17. vers. Þar segir ég bið Guð drottins og Jesú Krist föðurdýrðarinnar að gefa yður andar speki og opinberunar svo þér fáið þekkt hann. Þannig að Páll, hann biður anda opinberunar svo við fáum þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo þér skilji hversu von sem hann hefur kallað oss til. Hver ríkidómur hans dýrlegu arfleiðar sem hann ætlar oss að erfa meðal hinna heilegu og hverinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum. Lét hann setjast til hægri handar í himinhæðum. Fyrir mörgum árum að þá las ég fréttabréf frá predikara sem sagði, trúarpredikari, hann sagði, ef þú sér það, þá getur þú fengið það. If you can see it, you can have it. Ef þú sér það, þá getur þú fengið það. Og ég skrifaði hérna, þessu skrítið, nú skrifa ég stundum nóturnar mér á ensku, en jafnvel þó þú eigir hlutin, ef þú sér þann ekki, þá hann gagnslaus. Það eru margir sem hafa upplifað það, að þeir sjá ekki það sem þeir eiga, bíllyklarnir eru týndir, gagnslaust. En þú átt það samt. Þú átt samt bílinn. Og það er einmitt þetta sem þetta verst snýst að Guð vill að við sjáum og séum meðvituð það sem hann hefur gefið okkur, það sem við eigum. Það er nefnilega aðili sem vill fela það fyrir okkur. Er ekki pirrandi þegar einhver felur eitthvað, þú ert að flýta þér og einhver felur bíllyklana fyrir þér. Það er ekki svona gleði efni. Við viljum sjá og hafa til staðar það sem við eigum til þess að geta nota það. Og þetta vers snýst það sem ég las, að við vitum hvað við fáum í arf. Það er allir spenntir að fá arf, eða ekki? Það er stundum rifist arf. Og við vitum líka hvað við eigum. Og hér er sagt að það sé ríkidæmi. Margir kristnir að þeir hafa svona, fátæktar hugsun eða mentality. Fátæktar hugsun. En hér er verið að segja okkur að við séum rík. Og það er verið að segja okkur að arfurinn okkar verði tekin út úr miklu ríkidæmi. Ef við bökkum hérna aðeins í þessum kafla og lesum vers 3, þá segir lofaðu sé Guð, Faðir drottins og Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Í versi 13 segir, í honum eruð og þér eftir hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarindun, sáluhjálpiðar, tekið trú á hann, verið merktir innsigli heilags anda sem yður var fyrir heitið. Hver hefur séð innsigli? Innsigli á hurð, innsigli, þeir sem hafa drukkið vín, það er innsigli stundum á flöskum, og segir, hvernig veistu það? Ekki drekki ég vín, eða hvað? Ég hef allavega séð vínflösku með innsigli á.
Og innsiglið þýðir það í raun og veru að það með mat eða vín eða hvað það að það hefur enginn snert þetta síðan að framleiðandi gekk frá þessu síðast. Og hérna talað að við séum merkt innsigli heilags anda. Og það þýðir það að allir sem að sjá okkur í raun og veru að þeir sjá bara innsigli. Innsiglaður, og þetta innsigli hins hæsta. Þú kemst ekkert hærra. Það ekkert aðra til. Það ekki innsigli Bandaríkjaforseta, það ekki innsigli forsetans á Íslandi, það innsigli skaparans á himnum. En málið að allt þetta gagnar okkur ekkert ef við ekki vitum það. Ég verð að hugsa, lögreglumaður, hann hefur faktist innsigli til þess að beita valdi. Hann hefur búningin sinn. Ef það væri lögreglumaður hérna út á götuhorninu og við vitum hvað lögreglumaður gerir, hann stoppar umferðina með valdi, svo gerir hann svona. En hugsið ykkur nú lögreglumann sem að hann væri svona niðurlútur á götuhorni þar sem hann á að stjórna umferðinni, hann í fullum búning og hann gengur bara í hringi. Og það eru bílar hérna, það eru bílar hérna, það eru bílar hérna og hérna. Hvað haldið að fólki geri? Ætlar það bara að horfa á lögreglumann og bíða eftir að hann gangi svona í hringi? Hann kannski að skoða nesti sitt eða eitthvað. Og hérna, hann út úr heiminu þessi maður, hann veit ekki hvað hann að gera. Jú, bílarnir byrja bara að keyra framhjá. Og svona umferðin fer bara, lætur eins og þessi maður sé ekki til og fer bara framhjá. Eins þetta í andaheiminum, við höfum verið að tala það að ef við ekki vitum hvað við eigum og þetta vald sem í okkar búningi, þetta að við erum innsiglu með Guðs innsigli hins hæsta, ef við höfum okkur eins og þessi lögreglumaður, haldið þið að andaheimurinn sé hræddur við okkur? Nei, hann verður hissa fyrir það fyrsta. Hann verður hissa. Þess vegna það að Páll hann biður þess að augu þeirra og skilningur opnist fyrir bæði þessu valdi, fyrir þessu ríkidæmi og fyrir öllu þessu sem að Guð hefur gefið okkur. Það ekki nóg bara að eiga eitthvað ef við sjáum það ekki, ef við finnum það ekki. Við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að vita hvernig við eigum að nota það. Ég búinn að nota nokkrum sinnum þetta dæmi á bænastund ef að ég myndi koma með byssu og ég myndi snúa hlaupuna sjálfum mér og ég myndi segjum að það einhver sem kemur með hníf á móti mér og ég kem með byssuna og segi, heyrðu, slepptu hnífnum og ég held hlaupinu svona og bara beini byssuna sjálfum mér. Ég meina, hvað haldið að hnífamaðurinn geri? Hann heldur bara áfram sínu striki, hann segir, hvaða bján þetta? Hann veit ekki einu sinni hvað byssa eða hvernig á að nota hana. Og oft það þannig að við höfum vopn en við vitum ekki hvernig við höfum að nota þau. Þess vegna það að bæn Páls þetta að við fáum andarspeki og opinberunar að við sjáum og við vitum hversu ógurlegu kraftur þetta í heilugum anda sem að verkar í okkur, segir nýja þýðingin, sem að gagnvart þeim sem trúa, segir 81 þýðingin, en það sagt að þessi mikli, ægilegi, voldugi, ógurlegi kraftur sem reisti Guð sjálfur, sem reisti Jesúm upp frá dauðum, hann býr hið innra með okkur. Hann býr hið innra með okkur. Og Páll, hann að biðja, hann segir, eftir að hafa heyrt jú, þið elskið hvern annan og þið eru svona góðir og allt það, en ég vil að þið sjáuð kraftin og ég vil að þið sjáuð hver Guð og ég vil að þið sjáuð hvað þið eigið. Hann hefur blessað okkur með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Ég svona einn af þeim sem á vini á Facebook
einn ungur maður, hann hefur verið að pósta aftur og aftur frá þessum og þessum og þessum predikurum. Og ég var svona hálf pirraður á þessum póstum vegna þess að mér var sagt að ég fengi einhverja blessun ef að ég myndi miðla þessum pósti og segja amen. Og ég var bara ekkert á því, af því að það búið að Biblían segir mér að ég sé nú þegar blessaður. Af hverju fæ ég einhverja meiri blessun ef að ég meina öll blessunin hún er mín. Ég er innsiglaður með blessun Guðs. Hvaða hálfviti ætlar að fara að selja mér einhverja blessun fyrir að gera eitthvað? Ég er blessaður, þú ert blessuð. Og það verður að segja, ef þú miðlar þessu að þá eignastu þetta mikla peninga eftir þetta marga daga. Ég meina, hvað er að? Ég gerði komment og skrifaði nonsens, rugl, bull. Ég fekk svar og sagði, þar sem einhver ungur maður segir mér að ég skilji þetta ekki, þetta snýst trú. Ef þú trúir á þetta, þá færðu þetta. Já, ég vil ekki fá þann anda sem er þarna á bakvið. Ég vil ekki fá anda falspostula yfir mig. Og þess vegna er svo mikilvægt að við skiljum hvað við eigum. Við þurfum ekki að láta einhvern selja okkur eða gefa okkur eitthvað sem að Guð hefur nú þegar gefið okkur. Og Páll, hann bara í gegnum bréfina, þá hefur hann þetta hjarta fyrir bæði Korintumönnum og Efesusmönnum að ekki vera að láta plata ykkur, ekki vera að láta ykkur selja ykkur eitthvað sem þið eigið nú þegar. Og það var þannig með Pála. Páll var bara svona eins og Kitti og hann var svona ekki merkilegu pappír. Svo komu þessir glanspredikarar inn í Korintu og þeir voru svona kunnu að taka fórnir. Ég trúi einhver hérna inni, já, ætli sitt ekki þú þarna? Ég er að gefa $10.000 núna og þá mun Guð blessa þig. Þú fær nýtt hús á morgun. Svona heyrum við stundum á samkomum og þeir komu þessi predikarar þarna og Páll hann kallaði það á falspostula. Hann kallaði á falspostula. Og svo bara grét Páll yfir þeim og hann sagði, þið hafið marga predikara en þið eigi ekki marga feður. Og það er þetta föðurhjarta Páls sem við sjáum hérna. Ég vildi óska að Guð gæfi ykkur anda speki og opinberunar svo þið fáið þekkt Guð. Það er Guð sem þið trúið á. Það er Guð sem ég vil að þið séu tengdir við. Og þið skiljið bara hvað hann hefur gefið ykkur í Jesú Kristi. Amen. En þetta er svona typikalt fyrir okkar tíma að fólk elskar lygina, fólk elskar það að láta blekkja sig, ég veit ekki af hverju. Mér finnst leiðinlegt að láta blekkja mig. Ég bara vil ekki meðtaka það. Jesús Kristur, hann segir við lærisveinana, hann segir í Mattheus 13, með eyrunum, vers 14, munu þér heyra og alls ekki skilja. Sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Ekki merkilegt. Sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Hvað eru margir kristnir sem að koma bara sjáandi og sjá ekkert? Hvað eru margir kristnir sem koma kannski á samkomu og upplifa ekkert meðan aðrir, meðan konan með blóðlátið, hún fær sína lækningu? Það er svo oft, það er ekki ástæðulaus að Páll hann hrópar þetta, ég vildi að þeir hefðu andar speki og opinberunar að þeir gætu séð, að upplýsa sál, að þeir byrja að sjá með hjartanu, að þeir byrja að sjá í trúnni. En þetta hefur verið svona í gegnum aldirnar að stundum hefur Guð þurft að tala til einhvers annars af því að einhver var hættur að heyra. Og það er góð saga það í 3. kaflanum í fyrri Samúelsbók. Þið þurfum ekki að fara þangað en þið þekki söguna Samúel og Elí, að Elí var hættur að taka við og taka eftir því hvað Guð sagði. Hvað gerði Guð? Hann byrjaði að tala til drengs sem var í musturinn og hét Samúel. Hann
gekk fram hjá Eli sem var presturinn og byrjaði bara að tala við lítinn dreng í kirkjunni. Og stundum það Guð, hann þarf stundum að, fara sínar leiðir af því að við erum eitthvað svo blind. Við vitum ekki hvað við eigum, við þekkjum hann ekki, sjáum hann ekki, en hann þráir að við höfum þessa sýn, að við þekkjum hann, við getum snert hann og að við sjáum hann. Og þetta með arfinn, ég skrifaði niður hérna á nokkra ritningarstaði þetta með arfinn að í Hebreabréfinu 1. kafla og 2. vers að þá talað að Guð hann gaf syni sínum allt. Hann gaf honum allt. Hann hefur talað til okkar fyrir soninn sem að hann hefur gert erfingja allra hluta. Jesús Kristur, hann erfir allt. Á himni og jörðu, undir jörðu, yfir jörðu. Hann erfingi alls þess sem skapað Nú í lok þessara daga hefur hann tilvort talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Já, en það Jesús. Bíðum við, lesum í Rómverjabréfinu 8. kafla, 32. versi. Hver hann sem ekki þymdi sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Gefa oss allt með honum. Þannig við eigum hlutdeild í því sem að Jesús Kristur fékk og á. Arfleiðin, hún snýst það að við munum ríkja með honum. Stundum heldur fólk að það þessi hugsun hjá kristnum að við göngum bara í gegnum lífið og svo kemur dýrðin hjá Guði og þá spilum við öll svona á kertastjaka eða hörpu eða eitthvað og sem sagt, ég bara fegin að vera sloppin frá þessu janneska lífi, en málið að þetta líf undirbúningur undir hið næsta. Ég trúi því að Guð hann að þjálfa þig í þessu lífi til þess að ríkja með sér í hinu komanda lífi. Þannig ekki taka þetta líf bara léttilega og halda að þú bara rétt svona sleppa í gegn. Nei, Guð, hann vill nota þig, hann vill þjálfa þig, hann vill þroska þig svo að þú verðir með honum og ríkir í eilíðinni. Þá verður ekki svona vinstri stjórn eða hægri stjórn, það verður Guðs stjórn. Það verður Guð ræði. Og hér ein ritning í Lúkas, þar sem segir í 12. kaflanum, verð ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Svo segir, seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið pingjur fyrnast ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist né mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta þitt yðar vera. Og þegar að við sjáum þetta, hann sagði hérna Samal Hanna síðasta föstudag eða laugardag, þegar hann stóð frammi fyrir því að missa aleiguna, fyrirtæki sitt, þá sagðist hann hafa sagt við Guð, þetta var alltaf þitt. Ef að þú vilt taka þetta, þá tekur þú það. Vegna þess að hann hafði þetta hugafar að ríki hans var ekki hérna, heldur þar. Þú átt þetta Guð og ef að þú vilt taka fyrirtæki mitt, loka því, þá mátt þú það Guð. En það var ekki í hjarta Guðs vegna þess að Guð gaf honum það sem til þurfti til þess að halda áfram. En þessi hugsun hérna, hún sýnir svo vel að fólk sem að horfir á arfinn í hinu komanda ríki að því alveg sama sínar veraldlegu eigur. Það sér bara, horfir bara á hið komanda ríki. Það hugsar bara að fjárfesta í ríkinu sem að kemur. Í ríkinu sem að, já,
þar sem Guð mun stjórna og ráða. Og í rauninni þá trúum við þegar við sjáum. Og þá segir einhver, ég skrifaði niður, og við trúum þegar við í raun sjáum. Já, en það stangast á við Hebreabréfið 11, trúinu fullvissu þar sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem við eigi auðið að sjá. Já, það stangast á við það, en það önnur ritning sem segir í 2. Korinthubréfi 4:18, við horfum á hið ósýnilega. Sjáðu, ef þú trúir, þá horfur ekki á hið sýnilega, þú horfir á hið ósýnilega. Og þegar ég sé hið ósýnilega, þá bara trúi ég. Þá bara trúi ég. Af því að ég sé ekki það, sem sagt, ég ekki að horfa á það sem ég sé í þessum heimi, ég horfa á hið ósýnilega, ég sé Guð, ég sé engil drottins, ég sé hans ríki. Og þá get ég trúað. Jesús sagði, ef þú trúir, þá muntu sjá dýrð Guðs. Þannig að þegar við sjáum hið ósýnilega, þá svo auðvelt að trúa. Og ég var að tala á einni bænastund hérna í vikunni að það saga mann sem hét Elísa og Ísrael og Sýrland áttu í stöðugum ófriði og þetta svolítið skemmtileg saga vegna þess að konungurinn í Sýrlandi, hann hélt að það væri einhverjur landráðamenn í hans hópi. En, veitum nú við, þetta síðari konungabók 6, 7. kafli. Mér langar að lesa hérna bara frá kaflanum frá 8. versi, þegar Sýrlands konungur átti í ófriði við Ísrael ráðgaðist hann við menn sín og mælti, á þeim og þeim stað skulu þér leggjast í launsátur. En Guðsmaðurinn sendi til Ísraels konungs og lét segja honum varast þú að fara fram hjá þessum stað því að Sýrlendingar liggja þær í launsátri. Þá sendi Ísraels konungur á þann stað sem Guðsmaðurinn hafði nefnt við hann. Varaði hann konung þannig við í hvers sinn og gætti hann sín þar og það oftar en einu sinni tvisvar. Út af þessu var Sýrlands konungur órór í skapi. Kallaði á menn sína, sagði við þá, getið þér ekki sagt mér hver af vorum mönnum ljóstrar upp fyrirætlunum vorum við Ísraels konungur. Þá sagði einn af þjónum hans, því eigi svo fari minn herra konungur. Heldur flytur Elísa spámaður sem í Ísrael, Ísraels konungi þau orð sem þú talar í svefnherbergi þínu. Amen. Sjáðu þið, spámaður í Gamla testamentinu, vitið hvað hann var kallaður? Sjáandi. Hann var kallaður sjáandi, sír. Hann var kallaður sjáandi. Þannig Elísa, hann sá þar sem aðrir sáu ekki, hann heyrði þar sem aðrir heyrðu ekki. Það nákvæmlega þar sem að Páll að biðja fyrir okkur að við heyrum þar sem aðrir heyra ekki. Það er ekki spennandi, ég heyri kannski hvað þið eru að tala saman heima í svefnherberginu. Það snýst ekki um það. Það snýst ekki um það. Já, það geti kannski einhver óskað þess. En nefna engin nöfn. Þá sagði hann, varið og viti hvar hann nú, þá sagði einn af þjónum hans, því eigi svo fari minn herra konungur, heldur flytur Elísa spámaður sem í Ísrael, Ísraels konungi þau orð, sem þú talar í svefnherbergi þínu. Þá segir hann, farið og viti hvar hann svo að ég geti sendt menn og láti sækja hann. Var honum þá sagt að hann væri í Dótan. Þá sendi hann þangað hesta, vagna og mikinn her. Komu þeir þangað nótt og slógu hringum borgina. Þegar Elísa kom út næsta morgun umkringdi her með hestum og vögnum borgina, þá sagði sveinn hans við hann, æ, herra minn, hvað eigum við nú til bragðs að taka? Hann svaraði, óttastu ekki, því að fleiri eru þeir sem með okkur eru en þeir sem með þeim eru. Sjáu þið hérna, drenginn, þjóninn, hann sér ekki það sem Elísa sér. Hann verður hræddur. Það komin alveg bara her sem umkringir alla borgina og hann horfir, hvað eigum við að gera?
Og þá segir Elísa, óttast ekki því að fleiri eru þeir sem með okkur eru, en sem með þeim eru. Og eflaust hefur sveinninn, jæja, nú hann alveg búinn að missa sig. Nú hann búinn að því. En þá það sem Elísa biður sömu bæn og Páll, drottinn, opna þú augu hans svo hann sjái. Þá opnaði drottinn augu sveinsins, sá hann þá að fjallið var altæki hestum, eldlegum vögnum, hringinn í kringum Elísa. Amen. Takið eftir því að hann sá. Þegar hann sá, þá fékk hann trúna. Meðan hann ekki sá var hann hræddur, en leið og hann sá, þá kom trúin og þá var hann allur annar maður. Þá var hann bara eins og spámaður. Hann sá að þeir voru miklu fleiri sem voru með honum. Og það einmitt það sem Guð vill að við sjáum. Síðan þessi saga mjög skemmtilega. Að Elísa spámaðurinn, hann biður Guð að slá allan herinn þarna með blindu og hann leiði þá bara beint inn í Samaríu fyrir Ísraels konung. Og þetta þegar við sjáum þetta allt saman, þetta gerist undir gamla sáttmála, hvað þá með nýja sáttmála? Hvað allt þetta sem Guð hefur gefið okkur, valdið, krafturinn sem Guð hefur gefið okkur. Bara að við sæjum og við vissum hvað við höfum í Jesú Kristi. Þá getum við sagt sjúkdómum stríð á hendur. Þegar við sjáum bara hvað sjúkdómurinn stóð, þegar við sjáum hvað hann öflugur og voldugur, og þá verðum við oft óttaslegin, við segjum eins og drengurinn, þetta miklu sterkara heldur en við ráðum við. En Páll hann biður, opnaðu augu þeirra, þeir sjáu hversu mikill og voldugur heilagur andi hversu voldugur Guð hversu mikill Guð Og það var þessi sýn sem John G. Lake hafði. Hann hafði séð hversu öflugur og voldugur Guð var að engir sjúkdómar stóðust fyrir honum. En í hinum náttúrulega heimi, þegar við ekki sjáum, ég las svolítið skemmtilegt hérna fyrir nokkru að þá það Hurry og Worry sem stjórna. Það eru tveir bræður sem heita Hurry og Worry. Hraði og áhyggjur. En þetta svona rímar að segja hurry og worry. Þetta þýðir hraði og áhyggjur. Og að Hurry, hann sagði við Worry, hurry up. Og þá segir Worry, yes, I worried you would say that. Ég hafði einmitt áhyggjur að því að þú myndir segja þetta. Þegar hinn sagði flýttu þér, já, en þetta nú bara brandari. En málið það að stundum viljum við flýta okkur svo mikið og hafa áhyggjurnar með okkur, við viljum ekki bíða eftir Guði að Guð gef okkur þessa sýn að við sjáum. Vegna þess að stundum þurfum við að setjast niður og við þurfum að sjá að hann sem með okkur, hann sterkari, hann meiri, hann voldugri og herinn, englaherinn sem í kringum okkur, hann miklu öflugri heldur en óvinaherinn sem kemur á móti okkur. Nei, stundum erum við svo upptekin í okkar, það bara hurry og worry, flýttu þér Hurry, svo ég geti worryað meira og þannig förum við svona í hringi. En það var eldri maður sem spurður einu sinni að því, hvað hefði rænt hann mest gleði í lífinu? Hann sagði hlutir sem aldrei gerðust. Hlutir sem aldrei gerðust. Og næstum því 90% af því sem þú hefur áhyggjur af, það gerist aldrei. 99% af því sem þú hefur áhyggjur af, það gerist aldrei. 99% af því sem þú hefur áhyggjur af, það gerist aldrei. Þess vegna svo nauðsynlegt, það skiptir svo miklu máli að við sjáum. Að við sjáum og að við heyrum. Á einum stað segir að sá sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Og í sama kafla að þá Jesús að hann að biðja leyfi
til að fá að smyrja augu kirkjunar með svona, ekki varasalva, heldur augnasalva, til þess að, og faktist þýðir það, hann vill smyrja þá með, hvernig segir þetta, Opinberunarbókin 3:18, smyrja augu okkar með, smyrja með augu þín, smyrsl til að smyrja með augu þín. Þetta bara tákmynd upp á smurningu heilags anda. Þegar við höfum smurningu heilags anda, þá sjáum við. En ef við skiptum smurningu heilags anda út fyrir allt þetta góða sem við erum að gera, þá sjáum við ekki. Og ég trúi því að það er einmitt oft svo vandamáli með okkur að við viljum vera svo upptekin af þessu prógraminu og hinum prógraminu, þessi sýn og hinn sýnin, að við höfum ekki tíma til þess að leita Guðs, finna kraftinn hans og sjá hann og sjá þetta ríkidæmi sem við eigum í Jesú Kristi. Svo koma einhverjir kallar sem eru flottir og fínir á sínum Cadillac og einkaþotu eða hvað það er, og þeir vilja selja okkur blessunina sem við eigum. Og how bara stupid can we get? Við eigum blessunina í Jesú Kristi. Við eigum hana. Við eigum hana í Jesú Kristi. Lestu Biblíuna þína, biðdu í heilögum anda í tungum og þú munt sjá. Og þú munt sjá. Þú munt sjá. Biðja í heilögum anda og þú munt sjá. Hann Aðalbjörn sendi mér í gærkvöldi myndbandi sem ég sagði ykkur frá hérna þegar ég kom frá Tulsa af manninum sem upplifði það að byrja að tala í tungum, og myndbandi segir frá hans þjónustu hvað Guð hefur gert í gegnum mann sem byrjaði, fekk opinberun þetta að sjá í andan. Og þetta er 20 mínútna myndband þar sem er sýnt hvernig hann fer inn í fátækrahverfin og hann er búinn að byggja 20.000 heimili fyrir fátækt fólk. 20.000 heimili. Það byrjaði allt með einu spádómsorði. Að Guð kallaði hann fór að biðja niður á ströndinni og hann heyrði röddu Guðs og Guð sagði honum hvað hann geti fengið fiskinn þegar enginn var að fiska. Ég sagði ykkur þessa sögu daginn. Og síðan var það að Guð kallaði hann til að fara að veiða menn og hann hlýddi Guði, og í dag að þá er hann búinn að vinna það er 42 kirkjur, ef ég man rétt, 100.000 manns sem hafa tekið á móti Kristi, 3.000 sem hann hefur skýrt sjálfur, og við sjáum þarna að blindir fá sýn, ótrúleg kraftaverk, síðan er verið að dreifa, það er verið að mæta þörfum fólksins. Hann er eins og Jesús þarna í Brasilíu, hann er að fæða fólkið. Þannig að ef þið viljið sjá þetta myndband, þá taliði bara við Aðalbjörn og hann sendir ykkur það á Facebook. Var þetta ekki gott hjá mér? Af hverju gerir þú það ekki, Kitty? Af því að allir er miklu betri í því. En já, við getum sett það á vefsíðuna. Við deilum því bara á vefsíðuna. Við gerum það á kirkjunni. Og þá getum þið séð. En mér er svo stórkostlegt að hann greip þessa sýn að biðja í heilugum anda, og hann er ennþá eftir 20 ár að kenna þetta, að það sé það mikilvægasta sem við gerum, að biðja í heilugum anda. Vegna þess að á YouTube síðunni hans að þá sér það að fólk er að spyrja, má ég tala í heilugum anda út á götu, má ég tala í tungum út á götu? Og það er alls konar spurningar í sambandi við kraft heilags anda. Og þetta er svo mikilvægt fyrir okkur að við sjáum sjálf. Við eigum ekki að hafa sjáanda fyrir okkur lengur. Guð vill að þú sjáir sjálf hvað hann hefur gefið þér. Hann vill að þú eignist anda speki og opinberunar, að þú fáið þekktan og að þú sjáir ríkidæmið sem er í Jesú Kristi dýrðina og hver voldugur heilagur andi er sem býr hið innra með þér. Hann vill að þú sjáir það. Þú sjáir það.
Það skiptir máli að við sjáum. Það skiptir svo miklu máli. Við eigum að vera sjáendur. Við erum öll sjáendur. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það að þú ert hér og þakka þér fyrir að við mögum koma að bara sáttmála borði þínu. Og Drottinn, þegar við komum núna að gefa okkur náð að sjá, gefa okkur náð, Drottinn, að meðtaka allt sem þú hefur keypt okkur á Golgata. Drottinn, það segir að við boðum dauða Drottins þegar við tökum þessa máltíð. Við boðum líka upprisu og lækningarkraft Drottins sem hann keypti okkur í dauða sínum. Og við erum svo þakklát, Drottinn, fyrir það að þú gjörðir þennan sáttmála við okkur. Drottinn, að allt þitt er okkar í dag. Allt þitt er okkar. Lækningin, hún er hér. Drottinn, kraftur þinn er hér, vísdómur þín. Þú ert sjálfur á meðal okkar í húsi þínu, Faðir. Og við lútum þér og við gefum þér alla dýrð í nafni Jesú. Amen.